Ég sem sagt Brynja og ég mannisráðgjafi í starfsmannaheilsuvernd. Já, og flestir þekkja mig held ég, heiti Erla og nýfarin yfir til starfsmannaþjónustunnar og mannisráðgjafi fræðslu og starfsþróunar. Og við ætlum að segja ykkur aðeins frá í dag, annars vegar ætlar Erla að segja ykkur frá fræðsluáætlun og ég ætla að kynna fyrir ykkur stefnu gegn óæskilegri hegðun og nýrri eða nýlegri viðverustefnu SAK. Áður en við byrjum, það langar okkur að sýna ykkur Einmitt, ég sagði við að verið bara hérna. Já, við þurftum einhvern á, kannski já. En hérna sjáum við bara hvernig starfsmannaþjónustan uppbyggð. Það sem sagt mannastjóri 100% stöðu, 3 starfsmenn í launavinnslu, ritari 100%. Og svo sjáum við hérna, það einn mannisráðgjafi réttindum og kjörum og það hún Þóra sem ekki með okkur í dag. Og svo sjáum við okkur Erlu þarna og svo líka 20% starfsgildi hjá hjúkrunarfræðingi í starfsmannaheilsuvernd sem með aðsetur á almennu göngudeildina. Hún hefur fyrst og fremst lesið okkur í að halda utanum og framkvæma bólusetningar starfsmanna. En allavega, þessum tíminn nú strax byrjar að tikka. Já, einmitt. Þannig að það ætlum að minna ykkur á gæludýrið okkar. Þetta sem sagt fíllinn okkar og bara eins og gengur þegar verið að kynna nýjar stefnur og nýjar áætlanir og annað, þá tekur alltaf sinn tíma og við þurfum náttúrulega að vinna saman til að koma því öllu í gang. Og við minnum okkur alltaf reglulega á þetta að þegar við borðum fíl, veit þið hvernig við borðum fíl? Eitt bit í einu. Þannig og þannig það bara með öll okkar verkefni. Við nálgumst það best að nálgast eitt bit í einu. Ef við stökum stóra bita þá veitum við hvernig það ekki frenda náttúrulega. Það er ekki list á hana. Það bara að spyrja hana. Stundum hendur maður verðum höftum og einhvernum ógirnilegum og svona. Það bara eins og gengur. Já, einmitt. Þau koma upp og aftur niður. En ég ætla að segja ykkur frá stefnu og viðbragðsáætlun SAK gegn óæskilegri hegðun og við erum eflaust sammála það að enginn á að fyrir að sætta sig við einelti eða kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi eða aðra óæskilega hegðun. Sumir hafa spurt hvað óæskileg hegðun og auðvitað náttúrulega þetta alltaf byggt á hluta til á upplifun en svo erum við líka með skilgreiningar sem farið yfir í stefnunni. En óæskileg hegðun við þurfum alltaf að vera svona opin fyrir því að ef við upplifum það sem óæskileg hegðun að nálgast hana sem slíka. Skiljið hvað á við. Það getur verið bara hvernig fólk orðar hlutina, hvernig röddabeitir og svo framvegis. Það getur líka verið bara niðrandi athugasemdir, eitthvað sem fellur ekki undir einelti og svo framvegis. Ég bara fengið svo margar spurningar þetta þannig að það bara nálgast það með opnum hugum. Það náttúrulega mjög mikilvægt að við þekkjum þessa stefnu og það náttúrulega sameiningar eða samvinnuverkefni okkar allra að fara eftir henni. Og í grunninn þetta náttúrulega þetta að við skuldum þegar við reynir lofum okkur sjálfum og öllum öðrum að koma fram við hvort annað af virðingu og kurteisi. Og auðvitað náttúrulega þegar við erum manneskjur í samfélagi þá náttúrulega kemur upp ágreiningur, misskilningur og alls konar slíkt. En þetta hegðun sem við viðurkennum ekki. Og það kannski líka verðt að minna á að þetta í febrúar í fyrra að það var gerð könnun hvort fólk hefði upplifað óæskilega hegðun einhverju tagi og eins var það spurt út í það þegar það var gert sálfélagslegt áhættumat eða greining fyrir það og sem betur fyrir heildina sýndi það sig að heildin ekki að upplifa það eða eitthvað í kringum 91% en 9% of mikið. Og við erum örugglega sammála það að það að vera 0 stefna í þessu málaflokki, það ekki? En þegar það kemur upp svona hegðun, að það er bara mjög mikilvægt að vita hvert á maður að leita, hvernig á ég að bregðast við. Og það mælt til þess að það sé sagt við forstöðumann að hann sé upplýstur. Og
því að hann náttúrulega í mestu tengslum við fólk. En eins og gengur að það náttúrulega getur forstöðumaður annars verið meintur gerandi eða að bara einhverja hluta vegna þá vill starfsmaður ekki leita til hans og þá alltaf hægt að leita til okkar, mín og Huldu, með málið. En það sem náttúrulega kemur fram í stefnunni þetta að þessi hegðun aldrei liðin og við erum með ákveðna verkferla til að bregðast við þeim þegar að slíkt kemur upp. Einhverjar spurningar? Þá held ég bara áfram. Auðvitað eins og ég sagði áðan að þegar við lifum við erum fólk og við erum í samfélagi og það kemur upp ágreiningur og oft á tíðum ágreiningur góð. Ágreiningur fær okkur til að skoða hlutina frá ólíkum sjónarhornum og mögulega komast að betri lausn en við myndum annars gera ef við værum alltaf öll sammála. En hins vegar auðvitað kemur ágreiningur líka fyrir sem særandi og óþægilegur eða einhver fyrir yfir ákveðin mörk. Og auðvitað þarf alltaf hver og einn að meta alvarleika máls fyrir sig. Þú veist, bara ég stoppa þetta sjálfur ef maður kannski að lenda í endurtekinni óþægilegri hegðun af hálfu samstarfsmanns. Þú veist, kannski bara nóg að benda viðkomandi á það svona með kurteislegum hætti. Því að stundum fólk ekki meðvitað að sé að gera eitthvað sem óþægilegt. Ef maður hefur rauninni kannski upplifað það sé fullreynt að nálgast málið með þeim hætti eða maður treystir sér ekki til þess að þá myndi ég alltaf hvetja ykkur til að leita aðstoðar forstöðumanns eða okkar. Síðan það oft þannig að það kemur eitthvað upp á, eitthvað óþægilegt og maður ekki viss hvernig eigi að skilgreina það bara þetta vekur mér mér finnst þetta óþægilegt. Ég veit samt ekki hvernig ég á að skilgreina það, ástæða til að fara með máli lengra, þarf ég kannski bara svona aðeins að viðra mig með það eða hvað og þá ráðlegg ég líka fólki og vek athygli á því að það að koma og leita ráðgjafar hjá okkur hjá mér og Huldu og Erlu. Þá liðsinum við viðkomandi fyrir mig gegnum málið og liðsinum bara hreinlega að taka afstöðu hvað gerir svo. Og því að auðvitað líka þegar upp kemur eitthvað mál að þá þarf viðkomandi að vera tilbúin til að vinna það og treysta sér í þá vinnu. Og þannig að ef fólk ekki þar að þá kannski ekki lítið hægt að gera. Já, ég var náttúrulega búin að taka þetta fram hverju mig að tilkynna og mér langaði bara að vekja athygli á því að það sem sagt annars vegar talað svona óformlegar tilkynningar og formlegar tilkynningar og ég fer aðeins í þá eftir en það sem sagt eyðublöð á ígæðahandbókinu okkar og svo eins líka á innri vefnum sem sagt linkað inn í þessi skjöl, þannig að þetta aðgengilegt fyrir ykkur. Og á þessum eyðublöðum meðal annars beðið atvikalýsingu, það spurt hvort að megi gefa upp nafn viðkomandi og svo framvegis þannig að hann sé átti sig líka enn frekar á því ferli sem framöndan þegar svona tilkynning berst. Auðvitað náttúrulega bera forstöðumenn stóra ábyrgð að taka við svona tilkynningum og það náttúrulega þeirra eins og okkar allra að sýna gott fordæmi. En þeir bera ábyrgð á því að taka við málum og eins við í mannauðsdeildinni. En það sem við viljum vekja athygli á að forstöðumenn geta alltaf leita til okkar með aðstoð, með úrlausn mála. Og hins vegar allur gangur á því til dæmis ef að málið óformlegt, þá sem sagt unnið að því að leysa það bara meðal málsaðila sjálfra, en við hins vegar biðjum alltaf að við fáum tilkynningu bara þannig að við getum skráð það. En svo það bara eftir eðli hvers máls hvort að við komum að því eða ekki. Og svo náttúrulega bera forstöðumenn líka ábyrgð á því að kynna þetta fyrir starfsfólki sem reglulega minna á þetta. Hafið þið fengið kynningu þau ykkar sem ekki forstöðumenn? Nei, það gott að þið séu þetta hér í dag. Eins og ég sagði, málin geta verið annars vegar óformleg eða formleg. Óformleg að þá rauninni sem sagt bara tala við málsaðila
bæði meintan þolanda og meinta gerendur í sitthvoru lagi og svona bara þeirra sýn fengið að atvikinu sem gerðist. Og þeir eru meðal annars spurðir svona hvaða leiðir þeir sjáu til lausna á vandanum og gera það þáttakendur í að finna lausnina. Og í framhaldi af því að þá sem sagt liðsinni ég þá hef ég unnið svona sáttaleiðir með forstöðumönnum sem geta verið ýmiss konar, sem eru þá lagðar fram fyrir þessa aðila og þeir svona samþykkja þær yfirleitt. Og síðan sem sagt eftirfylgni í ákveðinn tíma eftir eðli málsins, mælt með því að sé minnstakosti einu sinni í mánuði í ákveðinn tíma, þar sem athugað hvort þessar sáttaleiðir séu að bera árangur. Og þegar ákveðinn tími liðinn og sem sagt þá talaði fólk og bara það sem sagt rauninni málinu lokið eða ekki. Og ef þið lokið þá það bara lokið og vonandi sem sagt þá góð úrlausn sem hefur verið fundin. Ef það formlegt þá þýðir það að þá sem sagt og þegar það formlegt þá þarf alltaf málið að fara í gegnum mannauðsstjóra. Vegna þess að í þeim tilfellum að þá yfirleitt ráðinn utanaðkomandi sérfræðingur sem rannsakar málið. Og þá rauninni talað við málsaðila, það að segja meintan geranda og meintan þolanda, en líka vitni. Þannig að það eru fleiri dregnir inn í málið, það rauninni bara gerð, eins og ég segi, rannsókn á málinu. Og eftir sem sagt svona ákveðið viðtalssystem og sem sagt þar sem að skráð viðtöl eru líka borin undir málsaðila, að þá rauninni tekur sérfræðingurinn afstöðu til hvort að meint atvik hafi átt sér stað eða verið svo sannarlega einelti eða áreitni eða hvað sem það er. Og í framhaldi af því eru sem sagt sáttaleiðir líka lagðar fram og eftirfylgni bara eins og með óformlega málið, eða óformlega nálgunina. Sáttaleiðir geta verið ýmiss konar og það náttúrulega eins og gengur, þá fer náttúrulega eftir eðli málsins. Stundum eru málin einföld og það nægir að rauninni að viðkomandi iðrist eða biðst afsökunar og eins og gengur þá eru svona mál stundum líka af misskilningi byggð. Það kemur fyrir að það þarf að endurskipuleggja vinnutilhögun, til dæmis til að lágmarka samskipti á meins geranda og meins þolanda, ef því skipta. Leiðsögn, ráðgjöf, eitt og annað. Síðan auðvitað, ef þetta atvik hafi svo sannarlega átt þessu stað, að þá getur áminningaferli hafist. Og þegar að það komið í gang og viðkomandi brýtur aftur af sér á ákveðnum tíma, að það þýðir það að honum getur raunverulega verið sagt upp störfum. Síðan auðvitað ef við erum að tala sakamál, að þá verður það hreinlega bara við hegningarlög og þá má segja viðkomandi starfsmanni upp. Einhverjar spurningar? Þú sagði þetta óformleg og formleg. Já. Getur þá óformleg kvörtun ekki leitt til áminningar eða bara formleg? Jú, hún getur líka leitt til áminningar, já. Það þarf alltaf bara að taka málið í heild sinni í samhengi. Já. Já, en hvert á að leita ef að þið upplifið eða verði vitni að óæskilegri hegðun? Hvað segirðu? En þá er það starfsmaður sem fyllir bara út þetta eyðublað og kemur til ykkar? Já, eða við hjálpum honum að gera það. Já, það er líka hægt að leita til forstöðumanns. Já. Það er náttúrulega ekki bara valið að skila þessu eyðublað til forstöðumanns eða þá alltaf á skrifstofunni. Já, og ástæðan fyrir því að við leggjum áherslu á forstöðumenn að það er mikilvægt að þeir séu upplýstir ef það eitthvað svona mál inn á þeirra deildum og þeir náttúrulega þekkja sitt starfsfólk best. Þannig að það er mjög mikilvægt að sú leið sé nýtt þegar þessi kostur. En það er þá alltaf hægt að leita aðstoðar til okkar og við liðsinnum þeim með úrvinnslu. Og við líka liðsinnum þeim sem að velta þessu fyrir sér, veitum ráðgjöf eins og ég segi og að jafnaði öllum þessum aðilum, hvort sem að það meintur gerandi eða meintur þolandi vísa til dæmis eða bent á
stuðningsteymi SAK sem að veitir starfsfólki ráðgjöf hvort sem að það eru erfiðleikar í lífi eða starfi, hlutlaus aðili. Þekkið þið það, stuðningsteymi? Já, það var ekki sniðugt að útskýra það. Já, stuðningsteymi SAK það er sem sagt það eru 4, það ekki Benni? Það ekki 4 í því núna? Það 3 aðalmenn og 1 vara. Já, 3 aðalmenn og 1 vara. Og sem sagt svona þverfaglegt teymi, það geðhjúkrunarfræðingur, sálfræðingur, presturinn okkar sem eru í þessu teymi og það þá hægt að hafa samband við þetta teymi eða aðila innan þess og fá ráðgjöf og samtal. Það hefur reynst vel og mjög gott að hafa þetta teymi hérna. Hann Benni einn af þeim sem situr í þessu teymi. Ekki hægt að finna upplýsingar þetta teymi bara á Instagram? Jú. Og svo þá líka ef það erfitt að finna þá get ég bent aðeins get ég hjálpað ykkur. Það bæði reynir að styðja starfsmanninn og ef að fólk lendir í einhverju áfalli og það kannski skjólstæðið? Nei, þeir myndu ekki vera að meðhöndla bæði þolenda og gerenda. Nei, ég meina bara sitt fyrir að læg. Nei, bara starfsfólki. Já. En sem sagt, mögulega gæti einn verið að ráðleggja meintum geranda og annar meintum þolenda en það ekki allir þessi sami aðili. En á öðru, það heilmikið, að langar mig að segja ykkur frá nýrri eða uppfærðri viðverustefnu SAK. Og í rauninni þá þetta plagg sem hefur þann tilgang að auðvitað hlúa að okkar vinnustað og gera hann eftirsóknarverðan og heilbrigðan. Og hefur það markmið að styðja við starfsmenn og stuðla að því að þeir fái stuðning í veikindum eða vegna áfalla og slysa. Eins sjáum við þarna tækifæri til að draga úr veikinda fjarveru þegar þessi kostur, sérstaklega ef að ástæður fjarverunar megi rekja til vinnuaðstæðna. Og svo auðvitað þetta bara skýra og samræma vinnuferla sem að fara í gang við veikindi og fjarveru starfsmanna. Það sem í rauninni talað í stefnunni gagnkvæm ábyrgð okkar og vinnuveitanda. Og í rauninni fer stefnan yfir atriði eins og bara hvernig ná að tilkynna veikindi. Og það í rauninni alltaf forstöðumanna á hverju deild að ákveða hvernig það en við mælum alltaf með því að það sé gert símleiðis, frekar en í gegnum tölvupóst eða SMS. Ástæðan fyrir því kemur síðar að því að það svona út af því að við viljum fá samtal, þannig að starfsmaðurinn fái ákveðna umhyggju frá forstöðumanninn og hann sé líka upplýstur stöðuna. Eins fer stefnan yfir bara skil vottorða, annars vegar þá læknisvottorða og starfshæfnisvottorða. Og líka hvað reglur gilda ef að starfsmaður upplifir tímabundið skerta starfshæfni. Og þá talað líka hlutaveikindi. Svo líka farið aðeins yfir bara hvað ber að hafa í huga við styttri erindi og frí, skráningar, tilkynningar og þess háttar. Þannig að þetta praktískt plagg en fer yfir heilmargt og eins og ég sagði þarna með fjarveruna að tilkynningar eru samkomulag. Svo langar mér bara að vekja athygli á því að það alltaf forstöðumannsins að ákveða hvort að hann fari fram á læknisvottorð og hann gerir það í óháð lengd veikinda. Það getur verið 1 dagur, 10 dagar og svo framvegis. Þannig að rauninni hann getur alltaf óskað eftir læknisvottorði hvenær sem og endurnýjun líka vottorða. Sérstaklega þetta ef að vottorði eru ótímabundin, það er ekki lokadagsetning á þeim. Þegar að starfsmaður lengi veikur, í 4 vikur eða lengur, þá þarf hann að skila starfshæfnisvottorði. Starfshæfnisvottorði rauninni sambærilegt á læknisvottorði nema staðfesting á því að viðkomandi sé vinnufær. Við viljum koma í veg fyrir það að starfsmenn komi aftur til vinnu án þess að vera orðnir frískir. Við vitum það að
Í slíkum tilfellum að þá erum við líklegri til að veikjast aftur og oft getur það dregið úr bata, eða seinkað bataferlinu okkar. Einhverjar spurningar varðandi þetta? Það er læknir sem gerir það oft. Hvað segirðu? Það er læknir heimilislæknir sem gerir það oft. Starfshæfnis, já, meðhöndlandi læknir, já. Hvað er nýtt í þessu? Mér finnst þetta vera svona svipað eins og þetta hefur verið. Þetta ítarlegra. Það hefur bara búið að bæta við og skýra betur og svo kem ég að atriði núna eftir sem er alveg nýtt. Þannig að þú spyrðu á akkurat réttum tíma. Eitt af því sem er sem sagt nýtt í viðverustefnunni okkar er það að til að meðal annars sýna skjólstæðingum stuðning sem eru oft veikir og eða lengi veikir, að það er að það sé einhvers konar samtal sem eigi sér stað. Og eins og ég sagði áðan að tilgangur viðverustefnu meðal annars til að draga upp veikindafjarvistum, því að það er svo mikilvægt að við skiljum hvað veldur veikindafjarvistum. Stundum er það náttúrulega bara eitthvað sem við höfum enga stjórn á, við getum öll orðið veik orðið fyrir áföllum og slysum, en sérstaklega ef að það er eitthvað í vinnuaðstæðunum sem er að valda veikindur starfsmannsins, þá viljum við vita það til að geta brugðist við því. Er eitthvað í starfsumhverfinu, er eitthvað í vinnuskipulaginu, vaktaskipulaginu, er eitthvað stjórnuninni eða er eitthvað samskiptavandi, stoðkerfisvandi og svo framvegis. En auðvitað geta ástæður verið, þær eru flóknar, við vitum það alveg og þær geta verið líka, hvort sem það er vinnutengdar eða úr einkalífi eða sambland af þessu tvennu. En það að þegar að starfsmenn eru með tíðar skammtíma fjarverur, að þá óskum við eftir því að forstöðumenn taki svokölluð viðverusamtöl við starfsmenn sína. Og í þessu samtali er þá meðal annars farið yfir þessar spurningar sem ég var að spyrja, vinnuskipulagið. Hvernig er það? Hvernig ganga samskiptin? Hvernig gengur þeir að sinna þeim verkefnum sem þeir eru úthlutað? Og svo framvegis. En auðvitað náttúrulega eru spurningarnar alltaf svolítið eftir eðli vandans og bara hvernig fólkið er. En þetta eru svona viðmiðunarspurningarnar. Og með því að grúska í þessu, að þá vonandi er hægt að koma til móts við starfsmanninn ef að til dæmis vandinn liggur hann er starfstengdur. Það er hægt að endurskipuleggja vaktir til dæmis. Síðan þetta geta ástæðanir vera allt annars eðlis. Og við viljum líka með þessu viðtali hvetja viðkomandi starfsmann, þá er hann að leita sér aðstoðar. Er hann með heimilislækni eða er hann í sjúkraþjálfun eða hjá sálfræðingi eða hvernig sem það er eftir bara hvað hver vandinn er. Og bara allavega svona, sýna honum skilning, sýna honum umhyggju og stuðla að því að hann sé í einhverjum úrræðum vegna síns heilsufars. Viðverusamtöl geta líka á sér stað ekkert eingöngu vegna þess að það eru tíðar skammtíma fjarverur, heldur líka vegna þess að ef að það er einn liður í vinnustundinni sem það getur merkt við þegar þeir eru fjarverandi vegna veikinda og það er þá vegna aðstæðna eða atvika í vinnutengdra atvika eða aðstæðna. Og þá erum við komið með ennþá meiri þá stuðning við að greina vandann og sem við fylgjumst alltaf með og reynum þá að bregðast við þegar þessi kostur. Svo auðvitað getur forstöðumaður alltaf, ef hann tekur eftir að starfsmanni líður illa, bara boða honum inn til sín og farið bara yfir stöðuna. Ég bara hef tekið eftir þeir virðist líða illa, það má alveg gera það og nálgast hann. Og svo getur starfsmenn auðvitað alltaf farið fram á svona viðtöl. Ég vil taka stöðuna. Þetta er í rauninni ekkert ólíkt kannski starfsmannasamtali en samt með aðeins öðruvísi formerkjum. Sambærileg samtal er í rauninni hugsað líka þegar starfsmenn koma úr löngu veikindaleyfi, það er að segja 4 vikum eða lengur og þetta er líka hugsað til þess að auðvelda starfsmanninum endurkomuna. Það er mögulega að taka tillit til heilsufars, hann er kannski alveg tilbúinn að vinna en væri skynsamlegt að forðast lyftingar eða eitthvað álíka eða vaktaálag eitthvað slíkt. Þannig getur vinnustaðurinn komið til móts við viðkomandi starfsmenn
kannski næstu 3 mánuði eða svo bara eftir hvað talið hann þurfa á að halda til að liðsinna honum endurkomuna. Og það gerðar bæði í viðverusamtölum og endurkomusamtölum einhverja aðgerðir. Það ákveðin einhver skref til að fylgja eftir og síðan það bara í samtölum forstöðumanns og starfsmannsins að taka það upp bara hvernig gengur. Þetta skila árangri. Einhverjar spurningar? Það hafa sumir spurt mig hvað já, og kannski bara ítreka það líka að þegar svona samtal tekin að þá leita forstöðumenn gjarnan til okkar og til mín og ég þeim þá innan handar til leiðbeiningar að taka svona viðtöl. Og það getur verið gagnlegt að hvetja ykkur alla forstöðumennin til að nýta sér það, sérstaklega þegar þeir eru að taka svona viðtöl í fyrstu skiptin. Já, hvernig reiknum við út tíða skammtíma fjarvistir og það stuðst við ákveðin kvarða sem heitir Bradford-kvarði og þegar maður fer yfir ákveðin fjölda stiga þá sjáum við að það sé ástæða til að taka viðverusamtal og þetta eitthvað sem forstöðumenn gera, þeir fara tvisvar sinnum í mánuði yfir vinnustund þannig að þeir sjá þá fjölda stigana hjá starfsmönnum. Þannig að þegar komin ákveðin fjöldi og svona þarna tekur svona rautt ljós, mér langar til að ræða við þennan starfsmann og bara taka stöðuna, hvernig líður honum og þetta bara tilviljunarkennt að hann bara veikur þarna trekk í trekk og gekk allar pestar eða eitthvað langtíma vandamál að hrjá hann. En þetta útskýringur starfsmaður sem sjálfur í vinnustund? Nei, forstöðumaður. Þetta er eitthvað góð spurning, ég veit ekki hvort að maður geti séð þetta sjálfur, hvort að maður geti fletti upp. Nei, ég held ekki, en ég skal láta það ég vita. Starfsmaður bara stílað á það bara. Starfsmaður getur náttúrulega að skoða sína. Já, hann sér náttúrulega skipti og daga. Þetta er ákveðin formúla sem notuð, þannig að þetta er fjöldi skipta, ég man nú ekki nákvæmlega formúluna. Hún er einföld margföldið með fjöldi daga, margföldið með fjölda skipta og eitthvað svona álíka. Við nefnum því ekki. En ég með þetta hérna á blaði ef þið viljið kíkja á það. En þá held ég sé bara komið með þetta. Og hún Erla bara að taka næsta spurning, því mér ekkert kaffi eða neitt, en það er mjög heitt. Já, ég var að reyna að opna hana. Ég ætla bara aðeins að sýna ykkur og segja ykkur frá hvernig ég og við fræðsluráði unnum að fræðslu- og starfsþróunaráætlun SAK fyrir 2019 og það er ástæða fyrir því að við erum að kynna hana í febrúar. Hefði gjarnan viljað kynna hana fyrr, en það eru bara ákveðin grunnatriði sem við höfum verið að reyna að ná á hreint sem ég segi ykkur betur frá eftir, sem að fresta þessari útgáfu fræðslu- og starfsþróunaráætlunar. En ástæðan fyrir því að við köllum þetta þessu langa nafni er að við ætlum að skipta yfir alveg í starfsþróunaráætlun, en þá bara kannaðist enginn við hvað þetta var. Þannig að við ákveðum að láta þetta heita fræðslu- og starfsþróunaráætlun í bili og svo færum okkur hægt rólega yfir ef að það gengur vel. En markmiðið með fræðsluáætlun er þetta að SAK hafi yfir að skipa hæfustu starfsmönnum til að stuðla árangri og við viljum þetta stuðla aukinni starfsánægju og fræðast það sem við tengjum við og við það náum við samkeppnisforskoti, ég veit ekki alveg með þennan fjárhagslega ávinning, það eigi sjaldan við í opinberri stofnun, en við samkeppnum það. En tilgangurinn er til dæmis að við séum stefnumiðuð og tengd markmiðum SAK og það er eitthvað sem ég hef verið að horfa til með þessari rauninni nýrri nálgun á þarfagreininguna. Hvað þurfum við að læra? Og það þýðir í rauninni bara að við erum að vinna eftir gæðingnum og við erum vottuð og við erum að stuðla stöðugum umbætum og það ferli þarf að styðja við fræðslumálin og fræðslan þarf líka að styðja við þjálfunarferli. Þannig að þetta er allt hluti af gæða- og umbótaferlinu. En hingað til þá höfum við svolítið byggt starfsþróunaráætlun á spurningalista sem við höfum sendt til starfsfólks og forstöðumanna og niðurstöðurnar hafa síðan verið greindar.
En núna tókum við svolítið nýjan vinkil og já, eins og ég segi, reyndum við að nálgast stefnusak sem við gefum út og reyna að vinna þannig að hvað þýðir stefnasak. Vitum við hvað stefnan þýðir? Hvað þýðir, í hvað átt erum við að fara? Og vorum svolítið að reyna að horfa til þess að við vissum í rauninni í hvað átt við erum að fara. Þannig að ég segi ykkur aðeins betur frá því hvernig við unnum þarfagreininguna. En þarfagreiningin byggð á fyrirtækjagreiningu og einstaklingsgreiningu. Og fyrirtækjagreining þýðir í rauninni við horfum til hvaða hlutverki sín og stefnu og markmiðum SAK hefur sett sér. Og til þess að komast að því hvað þýðir þetta, að þá tókum við öll þau gögn sem við vinnum með, eða ég ætla ekki að segja öll, við vinnum alltaf með gríðarlega mikið magn af gögnum, en við erum með spurningarkannanir, við erum með áskýrslu, við erum með starfsmannakannanir, atvik, kvartanir, gríðarlega mikið af gögnum sem ég tók og greindi niðurstöður þessara gagna og þetta ekki búið, það önnur glæra, en við höfum verið líka, við eigum að fá starfsmannasamtöl einu sinni á ári og það svona gengið upp og ofan, það ekkert allir sem hafa fengið starfsmannasamtal, en við ætlum þetta að fara að reyna að efla það og það var í fyrsta sinn síðasta haust sem ég kallaði eftir niðurstöðum úr starfsmannasamtali og við ætlum að halda því áfram, þannig að forstöðumenn voru svolítið líka að finna þennan takt að venjulega þetta janúar til desember, tíminn til að taka starfsmannasamtöl, en núna verður þetta september til september. Þannig að við köllum aftur í haust eftir samantekt úr starfsmannasamtölum og við munum þá nýta í rauninni þær niðurstöður inn í þróunaráætlunina. Og það gerðum við núna og skilin voru svo sem ekki 100% frá forstöðumönnum, enda ekki allir búnir að taka starfsmannasamtal, en það var samt ótrúlega bara góð gögn sem við fengum. Við náttúrulega notum þá skráning fjarveru sem Brynja var að segja frá áðan og starfslokaviðtöl, niðurstöður úr þeim. Svo starfandi upplýsingatækniráð sem ekki allir vita hvað gerir eða hvort það yfir höfuð til. En það á að stýra nýjungum í tæknilausnum, upplýsingatæknilausnum, inn á SAK. Og ég kallaði bara eftir innleiðingaráætlun frá þeim. Hvað á döfinni á þessu ári? Og það gaf okkur bara góða sýn inn í rauninni að við settum þá upp áætlun fyrir árið og á hvaða deildum snúa þessar innleiðingar. Og það ekki allt saman nýjungar sem tengjast upplýsingatækni, þannig að við reyndum líka að kalla eftir frá framkvæmdastjórn hvaða nýjungar hafið þið sett á þetta ár. Og það sem ég gerði líka var að taka viðtöl við alla í framkvæmdastjórn. Ég tók einstaklingsviðtöl, ég hafði ekki öll saman í einu, það tók eitt og eitt í einu og rýniviðtölin voru þá byggð á þessum spurningum sem var snertu væntingar til fræðslu og þjálfunar. Einhver forgangsverkefni sem þið hafið í huga? Einhverjar hindranir? Og svo ræddum við þetta heita mál, námskeiðsstundir per stöðugildi. En ég segi ykkur aðeins betur frá því eftir. En öll þessi gögn voru rýnd og í einhverjum tilfellum gat ég notað viðmiðunargildi sem var ca. 20%, en auðvitað eru sum gögn þar sem var ekki hægt að nota þau viðmið, til dæmis eins og áskýrsla eða stefna, það eru rauninni bara orð sem við setjum fram. Þannig að þá notaði ég svokallaða þemagreiningu og eins í rýniviðtölunum, þá þemagreindi ég niðurstöður þeirra og það sama gildir með samantekt og starfsmannasamtölunum, hvað var í rauninni að koma fram frá starfsmenn, hvað viljum við fræðast um. Og þegar ég tek þessar niðurstöður saman, þá gefa þær til kynna hvað fyrir fræðsluþörfin. Og ég setti þetta bara upp svona myndrænt, ákveðt að horfa á hlutina myndrænt, en þá þetta í rauninni ferli sem við vinnum þá einu svona ári og við byrjum á þessari fyrirtækjagreiningu sem þá greining á þessum gögnum og svo rýniviðtölin í framkvæmdastjórnina, þau eru í september, svo kallaði ég eftir starfsmannasamantекtunum, það verður til drauga starfsþróunaráætlun, svo alltaf úttekt náttúrulega frá DNV í cirka nóvember og við fáum alltaf niðurstöðu úr henni og þá rýni ég hvað niðurstaðan að segja okkur. Erum við í takt við kröfur DNV? Erum við að vinna eins og þau vilja við séum að vinna? Þannig að það fyrir líka inn í þessa þarfagreiningu. Úr því verður kostnaðaráætlun, þar sem ég í rauninni set saman hvað
hvað fræðslu við ætlum að taka inn og hvað mun það kosta og það þarf að skila því, það er náttúrulega svolítið seint að skila í desember en við höfum samt fengið leyfi til þess og svo hún vonandi samþykkt og þá getum við gefið út fræðsluáætlun árlega. Þannig að svona höfðum við hugsað þetta ferli árlega. Hvernig líst ykkur á það? Já. Þetta allavega ætti að gefa okkur mynd af því sem gögnin sem við erum að vinna með, hvað eru þau að segja okkur, hvað viljum við starfsmennirnir raunverulega fræðast um. Og mér langar bara til að sýna ykkur að það líka á borðinu blöð sem við tekið að það var ákveðinn rauður þráður í þessum niðurstöðum. Það var mjög áberandi að sjá að við höfum virkilega áhuga á að verða sterkari liðsheild og það þýðir í rauninni, við viljum betri teymisvinnu, við viljum vinna betur saman, milli eininga, milli innan deilda og fleira, starfshópa. Við viljum efla samskipti á vinnustað og það þýðir, okkur langar auðvitað öllum að líða vel og bera trausti hvers annars og rauði þráðurinn svolítið byggður á þessum niðurstöðum og við ætlum að byrja að vera með þessi námskeið í sterkari liðsheild sem Þorgunnur Þráins verður með núna bara í næstu viku. Svo verður þá allar deildir námskeið samskipti á vinnustað sem fyrirlestur og vinnustofa. Ég var einmitt spurð út í hvað þýðir vinnustofa. Er ég að fara að æfa mig í tjáningu? Nei. Er ég að fara að æfa mig hvernig ég á að tala? Nei. Við erum í rauninni bara, vinnustofan snýst það í rauninni, hvernig viljum við hafa hlutina hér, hvað varðar samskipti? Hvað sjáum við fyrir okkur? Hvernig líður mér vel? Þannig að við erum svolítið í svona einhverju hugmyndavinnu. Allar deildir fá þetta námskeið, það er einnig námskeið samskipti við erfiða skjólstæðinga og þar veitir hún Brynja þjónandi leiðsögn, þess að fjallar það, og allar deildir fá það námskeið sem þær deildir sem hafa afkomu eða koma eða eru með skjólstæðinga, hafa eitthvað með þá að gera. Þannig að eins og skrifstofugangurinn, það er ekki það námskeið. En það eru við erfiða svo? Já, erfiða skjólstæðinga. Það var rosalega margar deildir sem áttu það sameiginlegt að vilja námskeið samskipti við erfiða skjólstæðinga. Þannig að þetta er eitt og annað sem getur komið upp. Þannig að það verður námskeið sem við bjóðum upp á öllum deildum og svo verður fyrirlestur streitustjórnun á öllum deildum og ég er búin að senda á alla forstöðumenn og óska eftir að þeir raði sér á mánuði þannig að þetta verður jafnt yfir árið og streitustjórnunin er tilvalið námskeið til dæmis þess að keyra á einhvers konar deildafundum eða föstudagsfundum lækna eða eitthvað slíkt. Svo verður námskeið fyrir ekki alla en ákveðna starfshópa verkefnastjórnun og tímastjórnun. Það verður innleiðing á verkefnastjórnunartóli. Við höfum verið að vinna því að finna út hvaða tól ætlum við að nota til þess að hjálpa okkur að skipuleggja vinnuna okkar. Hvernig getum við unnið saman með þetta tól og við munum taka upp Microsoft Planner, ég veit ekki hvort þið þekkið það. En það er búið að ákveða það á ráðuneytinu að allar ríkisstofnanir fái þetta leyfi sem allar ríkisstofnanir fá og við erum bara að vinna í því að klára þann samning og það verður vonandi komið í lok febrúar, þannig að styttist í það. En þá verður þessi námskeið í kjölfarið, kennsla á það og eitthvað tímastjórnun. Og svo er í gangi námskeið straumlínustjórnun, það er ákveðinn hópur á því námskeiði og það verður eitthvað sem verður með framhaldi og framkvæmdastjórn mun stýra því hverjir fá næstu námskeið og hver næstu skref þar verða. En þetta er rauði þráðurinn, það er í rauninni sterkari liðsheild samskipti bæði við hvort annað og erfiða skjólstæðinga og svo hvernig við getum skipulagt okkur og unnið betur sem teymi. Hvernig líst ykkur á það? Er þetta í takt við ykkar hugmyndir? En svo eru þetta fleiri námskeið sem eru í fræðslu áætluninni og hún liggur þið getið tekið með ykkur og eftir þennan kynningafund þá mun ég setja hana á innri vefinn, þannig að þið getið nálgast hana þar líka. En við erum treystum á að við vinnum öll saman í
átt að því að við náum einhverju ákveðnu fram og við viljum auðvitað bæta þjónustu, bæta öryggi, bæta gæði og bæta hvort annað. Þannig að námskeiðin og fræðsluáætlunin eru svolítið í þá átt að við leggjum áherslu á innanhús fræðslu og byggjum upp það sem við erum að vinna með. Ef við erum að vinna að gæðamálum, hvað þurfum við þá að læra á? Ef ég er að innleiða kerfi, hvað þarf ég þá að læra? Og það var samþykkt af framkvæmdastjórn að það yrði skyldunámskeið í sýkingavörnum og námskeiði varðar öryggi. Og ég mun bara kynna það betur síðan þegar við förum að stað með nýtt fræðslukerfi. En ég ætla að segja ykkur frá því að það er búið að ákveða að taka upp nýtt fræðslukerfi og ég setti fréttin á Facebook, ég var ekki komin lengra, hvenær það á að gerast. En kerfi heitir Elumi og innleiðingin er áætluð núna í febrúar og við höfum bara verið að vinna að því, taka þau skref hvað þarf að vera til þess að við náum að byrja innleiðingu og við ákváðum að stíga bara mjög varlega til jarðar og ætlum að byrja á nýliðafræðslu, að innleiða nýliðafræðslu og sértaka nýliðafræðslu. Þannig að ég mun kalla, við erum með ákveðina starfstjálfa, ég veit ekki hvort að allar einingar hafi slíkan, en það var námskeið hitti fyrir, ekki Hugrún, hitti fyrir. Starfstjálfa námskeið, já. Og þá fóru einhverjir starfstjálfar á þannig námskeið og við ætlum að hitta þá bara mjög fljótlega starfstjálfarna sem að nú þegar eru, mögulega munum við bæta við starfstjálfum og þeir eru hafa það hlutverk að taka á móti nýlega á deildinni í samræði við forstöðumann og koma honum inn í starfið. Og það eru ákveðnir gátlistar á hverju einingu sem eiga að liggja fyrir og gæðaverðir hafa verið að vinna öttulega að þeim og þeir hafa þá 3 mánuði til þess að fara yfir þennan gátlista þannig að í rauninni að sú nýliðafræðsla sé uppfyllt. Þetta verður allt inn í þessu kerfi og þetta eru fyrstu skrefin að koma nýliðafræðslunni af stað. Þannig við gefum okkur sirka 6 vikur í að koma því í góðan farveg og svo munum við í rauninni leita til stjórnenda. Þannig að þau verða svona nýliðar og stjórnendur munu fara svipuðum tíma inn í kerfið, líka til þess að nýliðin hafi til einhvers að leita innan deildana, þá fannst okkur mikilvægt að stjórnandi væri með og ég mun bara leita til ykkur og þegar að því kemur. Við erum svolítið eins og venjulega í tæknilegu lausnunum, það strandar allt á þeim, en vonandi verður það bara tilbúið fyrir lok febrúar og það eru ákveðnir aðilar sem munu hafa hlutverk inn í fræðslukerfinu og ég mun líka hafa samband við þá að kenna þeim á sitt hlutverk. En fræðslukerfi heldur utan ekki bara nýliðafræðslu, heldur líka bara alla viðburði SAK innan og við getum líka sett inn ef þið farið á námskeið utan SAK. Ef þið fáið skírteini fyrir fræðslu sem þið sækið þá getum við sett það inn og í rauninni bara getum við haldið utan allt sem snýr að fræðslu þarna. Ég get boðið á námskeið mismunandi starfshópum þannig að það þurfa ekki allir að sjá allt og starfsmaðurinn hefur bara sína sýn. Hann sér hvað á ég að fara á, ekki hvað allir hinir að fara á. Það svona minnkar kannski umfangið af því sem að bara tölvupóstum. Þurfum við að senda alltaf öllum tölvupóstum eitthvað námskeið eða setja það á Facebook eða innrifur með svo marga staðir sem við erum að reyna að koma upplýsingum inn á. En þarna serðu bara og hvernig tölvupóstum þér hefur verið búið á þetta námskeið og mannskeiði hliðina á þér færði ekkert endilega. Þú hefur þar þína sýn og getur séð hvaða fræðslu þú hefur sótt inn í Elumi. Þú getur opnað kerfið í símanuðinum, í spjaldtölvum, heimahöður, innan, utanhús, hvar sem er. Innanhús verður það tengt við lykilorðin sem við erum nú þegar að nota inn í tölvurnar okkar, þannig að við eigum ekki þurfa að logga okkur sérstaklega inn í kerfið, við eigum bara dett inn í það. Þannig að það er mjög smart. Já, endilega. Sem stjórnandi segir svo hvað skiptið mínu starfsfólki eru, hvað námskeið þeir eru búið. Já. Hvað er yfirleitt yfir starfsfólk? Stjórnendur hafa skýrslu sín sem þýðir þú hefur yfirleitt yfir alla sóttafræðslu á deildinni, allt sem er boðið upp á, allt sem er skylda og allt sem er val. Þannig að við getum líka valið hvort að það er val að sækja námskeið eða skylda. Við getum í rauninni séð allt sem okkur langar og meira segja að með þessum grunni erum við að vinna því að geta farið af stað með ákveðið hæfnimat, hvað þarf hjúkrunarfræðingur að kunna, hvað þarf lyfjafræðingur að kunna og hvernig metum við það. Við höfum ekki tekið þau skref, en þetta er svona grunnurinn
að því. Svo erum við að fara í jafnlaunavottunina og þar verða öll störfin okkar greind. Þannig að þá mögulega hægt að nýta þá vinnu í einhvers konar hæfnimat. Og inn í kerfinu getum við sett hvaða hæfni ég að þjálfa. Ef við fer á námskeið hjá, segjum bara í endurlíkun, hvaða hæfni ég að þjálfa þar? Þá tikkar í þau box. Þannig að það eitthvað sem við munum vonandi vinna bara á þessu næsta ári. En þetta kerfi býður upp á alveg ótrúlega margt. Stofnanasamning á laun og svona eins og maður fengið inn á mögulega starfsþróun með því svona laun. Já. Hefur það verið hugsað þannig eitthvað? Sko þau hafa sett þetta inn við hjúkrunarfræðinga og þá hjúkrunarfræðinga 1, 2, 3, 4 og 5 og hvað þau þurfa að uppfylla. Og við ætlum að horfa bara í rauninni til jafnlaunavottunar. Þar tekið á, og við vitum í rauninni ekki hvað verður stofnanasamningar með jafnlaunavottunar. Þannig að, Jú, það okkar tilfinning, en við getum samt ekki sagt að það sé þannig, þeir eru ennþá. Þannig að við erum svolítið bara að horfa hvað, við eigum að vera búið með jafnlaunavottun núna í lok árs, þannig að við erum að horfa svolítið hvað mun hún gefa okkur. Landspítalinn vegna, nú var þessi hæfni vinna í sambandi við hjúkrunarfélag að vera að vinna þetta með ákveðnum deildum í Landspítalinn? Já. Þetta komið í gagni? Ég veit þetta bara búið að vera á bráðamóttökunni held ég þar og ég frétti daginn að bráðamóttökan hér farin af stað í svipaða vinnu og mögulega getum við nýtt okkur þá vinnu. Við þurfum bara svolítið að sjá hvað jafnlaunavottunin leiðir í ljós og hvort þetta tengist yfir höfuð eitthvað saman. Það ekkert víst. Þannig að mér finnst þetta allavega að bjóða upp á það að við getum farið að horfa svolítið á hvað hæfni við viljum meta og hvernig viljum við meta það. Það verður að hugsa allar starfsstyrkur. Já, það allir inn í því, öll störf. Þannig að það bara... Þá líka að tala um námskeið sem hver og einn einstaklingur að fara á sína námskeiði. Já. Sem að þegar hann ákveður bara að setja saman inn eða hvernig heldur það utan það? Já, til að byrja með verður þessu stjórnarmiðlægt. Bara til þess að ég held að við séum bara þar í dag að það gríðarlega mikil fræðsla í boði, en við þurfum einhvern veginn að ná að fangana. Þannig að hún fari öll í gegnum kerfið og þá hvert umfangið. Við í rauninni vitum það ekki ennþá. En við viljum allavega að fá þessi námskeið inn, þannig að allir sjáu hvað þeir hafa sótt. Já, við þurfum allavega að sýna fram á hvað við erum að veita ólíkum starfshópum. Og það náttúrulega fellur alveg ef þú ferð á námskeið eitthvað Reykjavíkur, þá fellur það alveg þar undir. Þannig að við þurfum einhvern veginn að ná að fanga þetta allt saman. Ástæður? Já. Það undir þessu líka? Þær fara allar, við getum fyrir allt þannig. Já. Þannig að við höfum í rauninni... Það bara aftur að baka tímættar? Nei, það bara, og við vitum ekki, það bara of mikið umfang. En allavega byrjum við með, frá bara degi 1 og fram í tíma. En svo verðum við bara að sjá hvað... Það byrja á 2019. Þess að sé hægt að sé 2018. Þannig að þetta úttektin samt í 2018. Gerum þetta fyrir árið eða það? Jú, úttektin núna síðasta ár, þá höfðum við náttúrulega Office Mix og þá fengum við athugasemdir að hvernig sýnið fram á hvað starfshóparnir sækja og við höfðum í rauninni ekki það yfirleitt og ekki að tölja. Synjum við allar fræðslu fyrir starfshóparnir? Já. Já, en nú ég settum frétt inn á Facebook og í tilkynningu samning sem að Ríkismennt hefur gert við ákveðin stéttarfélög, þar sem að Sími í rauninni býður upp á ákveðin námskeið og þeir sem eru í Kili, Einingu, Iðju og SFR geta sótt ákveðna fræðslu og stéttarfélagið borgar það að fullu. Þannig að vonandi getið þið nýtt ykkur það og fræðslu áætlunin sem slík snýr auðvitað bara að öllum og það bara ákveðin peningur sem við höfum til sem við höfum í það. En svo þegar það nærunni dýpra niður á einingarna þá það bara forstöðumaður sem leitar til framkvæmdastjórnar eins og venjulega með þannig umsóknareyðublað. En nú nefndur skyldunámskeið, hafið þið eitthvað hugsað hvað ráðið hefur ef fólk ekki að sækja skyldunámskeið? Já, við munum halda utan þetta í Elúmi og þá sér hver forstöðumaður hvað
hver að sækja og ef við sjáum það að deildin ekki að sækja skyldufræðsluna, þá það í rauninni okkar og forstöðumannsins að finna út því hvernig við finnum lausn á því. En við verðum bara svolítið að sjá hvernig þetta þróast. En það bara ykkur að segja búið að samþykkja 20 tíma í námskeiðsstundir fyrir stöðugildi fyrir hjúkrunarfræðinga og ég bara hefði gjarnan vilja kynna ykkur það á þessum fundi ítarlegra en við erum bara ennþá að vinna hvernig við skráum þessar námskeiðsstundir, hvað fellur undir námskeiðsstundirnar. Við erum með ákveðna skilgreiningu og 20 tímar náttúrulega ekki mjög mikið en við vitum það að undir þetta mun falla til dæmis herminám og þessi skyldufræðsla og samskiptanámskeiðin. Annað ekki ákveðið, þannig að við munum tilkynna það þegar það orðið klárt. Það innan stöðugildi hvað en það ekkert. Það mun fylgja þessu eitt stöðugildi og það þarf að skipta því. Já, það verður bara, það eitt stöðugildi sem fylgir 20 tímum og því verður skipt niður á einingarnar. Þannig að við erum að vinna því, Þóra að vinna það með okkur hvernig við skiptum því og við munum svo funda með forstöðumönnum hvernig við getum í rauninni nýtt þetta brot sem að hver og einn fær. En það var hugmyndin, þetta væri ekki bara áfram tíma móti tíma sem að við erum í rauninni kannski með í dag þegar. Þannig að þetta bara fyrsta skrefið og vonandi getum við svo komið þessu yfir á fleiri starfsstéttir eða starfshópa. Það auðvitað. Þessu skyldufræðslu, maður bara benda það að það áræðan að skipta þessu upp. Ég kom frá loðið svör á þér varðandi það að ég get ekki sendt allan mína starfsmenn og 2 klukkutíma fræðslu. Verða að geta skipt upp hópnum og þá svarar þú því þannig að það fer ekki hvað þetta kostaði og annað. Já, en samt bara að benda á það að það rosalega hægt að deildum að bara loka í 2 klukkutíma. Það námskeið. Já. Það eiginlega bara ófjarlægt, það með 20 og 30 starfsmenn. Þetta bara eiginlega hægt. Nei, en þessi samskiptanámskeiðin eru ekki skylda. Og við erum svona... Ég tala bara námskeið sem til að sér það til aftur. Já, en við vonumst til þess að því við höfum bara úr ákveðnum peningum að ráða, að við höfum þetta svona eitthvað sem við erum ekki bara að hafa einu sinni ári, heldur á næsta ári þá getum við keyrt deildirnar sem fá ekki tvíkeyrt núna, getum við keyrt þær á næsta ári, þannig að við rauninni rúmum allir fái eitthvað. Það svolítið það sem við þurfum að hugsa. En því miður þá getum við ekki uppfyllt alltaf miður innum okkar besta. Og sérstaklega hvað varðar skyldunámið, þá erum við að reyna að hugsa þá leið mjög svona, já, við þurfum að hugsa vel út í hvernig við náum þeirri framkvæmd og hvort allir hafi tíma til þess að sækja það námskeið. Og vonandi við náttúrulega erum múin að vera farið það átt að nota vefnám og við munum halda því áfram, þannig að það verður alltaf meira og meira af vefnámi og svona nýjustu kennsluaðferðir eru náttúrulega þannig að þú getur horft á það á netinu og svo sækjur einhvern umræðutíma eða verklegan tíma og það virðist allavega að vera eitthvað sem gengur vel allavega í háskólanum, þannig að það eitthvað sem við munum örugglega að prófa. Og til dæmis námskeið og sögu eða terapí og allir þessi kerfi sem við erum að nota, að það sparar tíma starfsmannsins sem sér kerfið að mæta ekki á allar deildir, getur hann búið til vefnám fyrir hverja og eina deild og komið svo bara í hálftíma umræður eða spurningar. Það eitthvað sem okkur langar að prófa. Þannig að það svona það sem við vitum að við ætlum að stefna á. Eitthvað fleira sem vilja spyrja? Ég ætlaði líka bara að benda ykkur á að við höfum verið með námskeið í Word og Excel hópar á nemandi.is og fyrra þá tókum við ákveðin fjölda sæta, þetta svona námskeið á vefnum og það hefur átt til þess að klára námskeið og við stýrðum svolítið þeim sætum síðast hverjir fengu í rauninni að taka það námskeið og það gekk bara ótrúlega vel og það var ótrúlega vel sótt og kom okkur svolítið óvart að hversu vel það var sótt. En við ætlum að halda áfram með það og keyptum fleiri sæti sem eru í boði núna. Nú eru 60 sæti í boði. Þannig að við hvetjum þá sem að vinna með Excel og þurfa að skila sér einhvers konar skýrslu eða Word eða PowerPoint. Við erum með kynningar, verkefnastjórar, gæðastjóri, gæðaverðir, forstöðumenn til þess að
taka þetta námskeið, eða það sem í boði, og ég með blað sem ég til með ykkur hvað í boði og hvernig þið skráið ykkur. Þess að við talar sæti, sko, það hefur alltaf verið í boði fyrir þá sem eru aðallega starfsmenn. Já. Það bara heldur ekki að tala það. Nei, það bara algjörlega fyrir utan okkar fræðslu margir í húsinu sem eru þar undir. Þannig að það veldur svolítið misskilningi, sko. Já, en okkar fræðsluáætlun alltaf bara í rauninni það sem SAK veitir. En hitt auðvitað í boði líka. Þannig að það bara, og kannski þurftu bara að lyfta því upp líka, að auglýsa það betur. Það er alltaf ókeypis að reyna þetta fyrir það sem starfsmenn. Já, og það verður bara að hafa það. Þannig að að gera fyrir þá sem að hafa það, það er boðið fyrir þá taka fyrir það. En aðrir geta fyrir það. Ég ætla líka bara, ef þið hefði áhuga, þá þetta svona perlanettir, varðandi óafskrifaðar hegðun, bara perlanettir sem skráð, annars vegar óformlegt og formlegt ferli. Og síðan svona minnisblað veikindafjarveru ef það styttri veikindafjarveru að ræða, eða lengri eða langar stóravíkur eða svona það sem vera hlutverk sem annars vegar starfsmanns, forstöðumanns og hverju ekki mannslöfum. Þannig að endilega takið það. Og jú, það var eitt og það var þannig brattborgkvarðan. Já. Ef einhver myndi vilja stúdera formúluna. En hvernig finnst ykkur að hafa svona kynningar? Við erum svona aðeins verið að velta fyrir okkur hvaða leiðir við erum að fara að því að kynna það sem við erum að gera. Finnst ykkur þetta heppilegt að hafa svona opna daga eða sjáu þetta fyrir einhvern veginn öðruvísi? Já, þetta tekið upp. Og svo flott að hafa svona fundi, það er líka mjög gott að hafa aðgangaði síðan þegar maður kemst í þessum. Já, við glemdum líka að minnast á það. Ég er að stama ótrúlega mikið bara því ég vissi þetta var tekið upp. Þetta verður opið hérna, við munum setja bara YouTube upptöku á eftirfundin. Þannig að þið geti... Og það líka gott að þið hafi verið fyrir okkur stjórnendur með þessi fræðslu. Já. Ég veit það ekki, svo ég hlusta líka aftur. Einmitt. Já. Við erum með dag einu sinni í mánuði þar sem við hittum stjórnendur og erum bara svona að í rauninni efla samskipti okkar við stjórnendur og svona vera kannski betri og meiri tengsli við hvað þið og þau vilja. Og þetta var svona, já, okkur langar að standa okkur betri að kynna hvað við erum að gera en það fer líka svolítið tími í það, þannig að við erum svona að reyna að finna réttu leiðina. Ég held kannski að inn á þeim og svona sér að það það þarf einhvern veginn að nálgast því. Þetta þeir sem eiga umhverfið með að komast sem að mæta en hinn sjálfskipt. Já, það þarf einhvern veginn að nálgast þá. Já. Það er kannski eins og sé myndin. Forstöðumenn geta bent í hennum sem komst ekki á upptökuna. Og svo náttúrulega það sem kynningar og þá eftir bæði viðverustefnan og hvernig ekki áskrifa hegðun það kynnt fyrir forstöðumennum og það bara fyrir ámenning fyrir þá að finna þá að deyta svona. En ef það eru engar fleiri spurningar, þá bara þökkum við kærlega fyrir.